Jóhannesarguðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og faríseum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma, gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu honum: Að Jesú frá Nasaret. Hann segir við þá: Ég er hann. En Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá: Ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur: Að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu: Að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: Ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans hann hafði mælt: Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, brá því og hjó til þjóns æðsta prestsins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónninn hét Malkus. Þá sagði Jesús við Pétur: Slíðra þú sverð þitt. Á ég ekki drekka kalikinn sem faðirinn hefur fengið mér? Hermennirnir, foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðsta prestsins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og orðnaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: Ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætíð kennt í samkundunni og í helgidóminum, þar sem allir gyðingar safnast saman, en í leynum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði þetta, rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestinum svona? Jesús svaraði honum: Hafi ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hví slærð þú mig? Þá sendi annars hann bundinn til Kæfasar æðsta prests. En Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað:
Sá ég þið ekki í grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Menn æðsta prestsins fóru nú með Jesú frá Kæfasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfir inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki, heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svöruðu: Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá: Takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svöruðu: Okkur leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina og kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gert? Jesú svaraði: Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur. Jesú svaraði: Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Þið eru vanir því að ég gefi ykkur einn mann lausan á páskum. Viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti: Ekki hann, heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. Jóhannesar Guðspjall, 19. kafli. Þá lét Pílatus taka Jesú og húðstrýkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr þyrnum og sett á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu: Sæll þú, konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið: Nú leiði ég hann út til ykkar, svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við fólkið: Sjáu manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æptu þeir: Krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá: Takið þið hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu: Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú: Hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann: Viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði: Þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það af ofan. Fyrir því
ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en fólkið æpti: Ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesú út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist Steinhlað, á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við fólkið: Sjáið þar konung ykkar. Þá æptu menn: Burt með hann, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá: Á ég að krossfesta konung ykkar? Æðstu prestarnir svöruðu: Við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þó við Jesú og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa, á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, hvor til sinnar handar, Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun, því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni. Þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus: Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: Ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kyrtilinn, en hann var saumlaus, ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: Rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gerðu hermennirnir, en hjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móður systir, María, kona Klópa, og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína: Kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin: Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist: Mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, sett hann á ísópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: Það er fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir kom að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki
fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjótu sín í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá séð hefur vitnar þetta, svo að þið trúi líka og vitnisburður hans sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arimaþeu, sem að lærisveinn Jesú, enn á laun af ótta við ráðamenn gyðinga, bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodémus, fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóe nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú, því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Jóhannesarguðspjall 20. kafli. Fyrsta dag vikunnar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan af gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem verið hafði höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum, heldur sér saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna, að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mælti snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var í grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesús segir við hana: Snertu mig ekki, ég ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim:
Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð Drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldið, þennan fyrsta dag vikunar, voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu Drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgerið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð Drottinn. En hann svaraði: Sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar, og kom með hönd þína og legg í síðu mína, og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði: Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann: Þú trúir að því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gerði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð í þessa bók. En þetta ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þið í trúnni eigi líf í hans nafni. Jóhannesar Guðspjall, 21. kafli. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberíasvatn. Hann birtist þannig: Þeir voru saman, Símon Pétur, Tómas kallaður Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedeus synirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá: Ég fer að fiska. Þeir segja við hann: Við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann, stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá: Drengir, hafið þið nokkuð fisk? Þeir svöruðu: Nei. Hann sagði: Kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinn sem Jesús elskaði segir við Pétur: Þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri Drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum.
Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk, lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: Komið með nokkuð af fiskinum sem þið voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá: Komið og matist. En enginn lærisveinanna dirfðist að spyrja hann: Hver ert þú? Enda vissu þeir að það var Drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skyldi spyrja hann í 3. sinn: Elskar þú mig? Hann svaraði: Drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðinn gamall, munt þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur mundi vegsama Guð. Og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann: Fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir, þann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina, og spurði: Drottinn, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnuðunum að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinn sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt er það annað sem Jesús gerði, og yrði það hvaðeina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar.